Sæl, Tryggvi Björgvinsson, hugbúnaðarverkfræðingur, settur hérna hjá mér. Velkomin Tryggvi. Þú ert höfundur bókarinnar Art of Data Usability. Það sem sprengdi núna ríkisstjórnina núna nýlega, og ætlum svo sem ekkert að fara beint í pólitíkina, var svona í grunninn snerist aðgang fjölmiðla og þannig almennings að opinberum upplýsingum. Og þetta svona mál sem ætti samkvæmt upplýsingalögum sem við höfum að vera tiltölulega einfalt, en það bara í grunninn alls ekki. Þú sem svona, erfitt að þýða þetta, datasérfræðingur, hvar stöndum við íslenskt samfélag í alþjóðlegum samanburði þegar kemur að svona aðgangi almennings og opinberum gögnum? Við stöndum okkur alveg ágætlega. Það eru gerðar nokkrar mælingar á aðgengi að gögnum. Tvær sem að snúa því hvað við erum að gera aðgengilegt og hvort það sé aðgengilegt. Og síðan annað sem hvernig við erum að gera það aðgengilegt, sem þá meira tæknilegt. En þessar tvær sem að vinna að því hvað við erum að gera aðgengilegt og hvort það sé aðgengilegt með þeim hætti sem fólk vill, að þær setja okkur í svona 30. sæti cirka af 110, 14. Og það er rauninni mikið af því sem við erum með og erum að veita aðgang að, það er alveg aðgengilegt. En það eru ákveðnir partar sem eru að draga okkur niður, og það hefur verið Web Foundation sem er stjórnað af Tim Berners-Lee sem fann upp Veraldarvefinn. Þeir gera þessa Open Data Barometer könnun og í 2016 niðurstöðunum kom fram að norrænu ríkin hafa öll svolítið svona misstampin, því að þau voru leiðtogar í opnun gagna, en þau eru öll að detta niður núna. Við vorum í 22. sæti, en nú erum komin í 37. Og hvað er það sem að, við erum í 30. eitthvað sæti segiru, hvað er það sem að dregur okkur niður? Hvað er þessar þjóðir sem að standa okkur framar í þessu að gera öðruvísi en við? Það sem að hefur eiginlega verið vandamálið er að það er erfitt að setja hendurnar á það, pinpointa nákvæmlega hvað það er, en það sem dregur okkur mikið niður er að við erum ekki að veita þær upplýsingar sem að kannanirnar eru að skoða, að rannsaka. Hlutir sem við veitum aðgang í gegnum einhvers konar hindranir, þannig að þú verður að nota leitarvél til þess að ná fram gögnunum frekar heldur en bara segja hérna eru gögnin, og það sem þessar kannanir eru að rannsaka er hvort að gögnin séu aðgengileg öllum án hindrana. Og það sem hefur dreifð okkur niður til dæmis eins og fyrirtækjaskrá, við fáum mjög lélega útreið í könnunum á henni. Það kostar náttúrulega, er það ekki? Já, það er leitarvél sem þú getur notað, en þetta er allt, það eru hindranir fyrir því að nota fyrirtækjaskrána. Landeignaskrá, við getum dreifð niður fyrir hana. Það er raunin bara af því að það vantar inn í gögnin verðmæti eignanna. Við höfum dregið niður fyrir kosningar, af því að þar er sagt við höfum að sýna fram á niðurstöður út frá kjörstöðum en ekki kjördæmum. Þannig að við höfum dregið niður fyrir þetta, og ef við sýnum ekki til dæmis gögn niður á kjörstaði, þá fáum við bara 0 fyrir þessi gögn. Þannig að við erum með fullt af gögnum sem við erum að birta, en við kannski gerum það ekki í þeim eins nákvæmlega og fólk vill fá það. Og hvað er það, er þetta þá bara rauninni tæknilegs eðlis, úrvinnsla þessara gagna og framsetningin sem þarf að laga til þess að við í rauninni stöndum okkur betur? Það er tæknilega ætti þetta ekkert að vera neitt eitthvað rosalegt vandamál. Þetta er rauninni bara að taka gögn og birta þau. Stundum getum við ekki gert það, eins og ef við tökum kjördæmin, við getum kannski ekki sýnt niðurstöðu kjörstaða nákvæmlega bara yfir hvernig ferlið okkar er. Fyrirtækjaskrár eftir á móti eitthvað sem við erum bara með, við erum búin að setja upp sem leitavél. Það er svolítið hugarfars. Og þá þyrfti í rauninni að vera bara listi í staðinn fyrir einmitt þessa leitavél? Já, þú getur bara downloadað öllum upplýsingunum. Þetta er pínklítil hugarfarsbreyting, því að við erum svolítið, tilhneigingin er svo að við reynum að matreiða upplýsingarnar ofan í fólk í staðinn fyrir að gefa þeim bara gögnin. Þannig að ef við tökum bara Hafnarfjarðarbær sýnir reikningana sína, þau eru með svona opna reikninga eða opin fjármál. Það eru bara einhver svona myndrit sem maður getur verið að skoða. Það segir mér mjög lítið hvað er að gerast. Reykjavíkurborg hefur tekið skrefin lengra, þannig að þeir sýna myndrit og sýna það aðgengilegt.
en þau leyfa mér að ná í gögnin. En það búið að flokka þau, þannig að þau eru upplýsingum sem búið að gera eitthvað við. Já. Nú nýlega var verið að opna reikningar.is sem þá allir reikningar sem að ríkið að greiða, núna það bara ráðuneytin, en þá getur maður að sjá hvað verið að borga og það eins og ég skemmti mig mjög vel í þessu. Það var utanríkisráðuneytið borgaði í ágúst 1,5 milljón til hreyfils í leigubílaakstur. Það finnst mér áhugavert, en ef það er búið að flokka fyrir mig þá þetta bara eitthvað samgöngur og ég veit ekkert hvað það er. Þannig að við erum svolítið í því að sýna lítið en ekki allt. Þú talar hugarfarsbreytingu, þetta eitthvað bara hefðir sem við þurfum að breyta? Það eins og talar áðan, Norðurlöndin hafa haft þessa hefð að vera með töluvert gagnsæi. Þetta eitthvað sem að þarf að bara svona, bara núllstilla alla stjórnsýsluna í þessu eða hvernig sérðu fyrir þér að sé hægt að breyta þessu? Þarf að vera eitthvað stjórnvald sem að sér þetta eða? Við erum búin að setja undirlagið fyrir allt þetta sem að þarf. Það er upplýsingalögin, 30. grein, þar segir að allar upplýsingar sem opinberir aðilar birta eru aðgengilegar öllum, óháð hindrunum í rauninni, svo framlega sem brýtur ekki lög. Við erum með gátt opingögn.is, þar sem hægt að setja gögnin, þannig að opinberir aðilar geta bara sett það inn. Það vantar rauninni bara að fleiri aðilar setja gögnin sín þar inn. Og hvað þarf til þess? Þetta spurning tíma og fjármuni einhverja stofnana? Það síðan hitt, það eru upplýsingamilliliðir, þeir sem að sjá að segja almenningi hvað er í gögnunum. Það eru þá fjölmiðlar eitthvað þessu þar. Það vantar kannski meiri svona áherslu þar að kalla eftir því að fá þessar upplýsingar, fá gögn sem þeir geta þá unnið fréttir úr, gagna fjölmiðlun í rauninni. Þannig að það vantar bæði eftirspurnina og síðan viljan við bara að setja hluti á. Er til eitthvað svona miðlæg skrá það sem að í rauninni þú getur athuga hvaða gögn yfir höfuð þú getur nálgast, eða er þetta alltaf bara hipp sem haps að þú að leita hvort þú getur nálgast eitthvað gögn? Það er hugmyndin með þessu opingögn.is. Það er sem sagt miðlæg gátt. Opinberir aðilar geta birt gögnin á sínum síðum. Það er ekki verið að segja að ég setja allt á einn stað. En þau geta birt á öllum sínum síðum og vefurinn getur síðan dregið það saman í eina gátt þar sem þú getur leita eftir stofnunum, leita eftir gagnapökkum. Ég hef áhuga á landupplýsingum og þá get ég fundið, það eru landupplýsingar bæði hjá Þjóðskrá sem hafa staðfangaskrá og svo eru Landmælingar Íslands líka með. Þetta er búið að draga þetta allt saman þarna á opingögn.is sem er undir síða Ísland.is. Þannig að þar ætti þetta alltaf að vera gert aðgengilegt svo að þú sért með svona einn stað fyrir gögnin. Í sumum tilvikum þarf að greiða fyrir gögn sem þú sækir frá hinu opinbera. Er það eðlilegt? Er það eitt af því sem myndi vera að tala til þessara hindrana sem þú nefndir áðan? Ég myndi telja til hindrana, en það er oft sem það þarf að vera. En það er kannski ekki fyrir gögnin sjálf. Af hverju þarf það að vera? Það er ekki fyrir gögnin heldur meira, segjum vottorð frá Þjóðskrá fæðingarvottorð. Mér finnst eðlilegt að það þurfa að greiða fyrir þannig að það sé ekki bara verið að ná í öll fæðingarvottorð hvenær sem er. Einhver vinna bak við líka. Já. En þau gögn sem eru til og geta verið svona hrágögn eða grunngögn, þau ættu bara að vera aðgengileg án fjárhagslegri hindrana. Og nú er verið í einhverjum tilfellum að rukka fyrir slíkt? Já. Þá var það spurning sem að þarf svolítið að hugsa því að það var skýrsla sem kom út frá McKinsey árið 2013 sem að sagði að bara fyrir 7 geira, það voru svona 7 geirar sem að vera að skoða þar, ekkert allir geirar, að þar voru ónýtt verðmæti opinna gagna voru 3000 milljarðar bandaríkjadala á ári, bara í þessum 7 geirum. Og þá var það spurning, skiptir það máli að við borgum skiptir það að greiða fyrir að fá aðgang að gögnum svona rosalega miklu máli með við verðmætin sem eru rauninni vannýtt og fyrirtæki geta ekki nýtt sér eða almenningur. Og hvernig eru að fara á misu þessi verðmæti? Hvað í rauninni þýðir þetta? Er þetta einhver fyrirtæki sem verður ekki til að því þau geta ekki? Já, fyrirtæki sem verður ekki til, það eru mikið af því sem er í þróun í dag eru fyrirtæki sem að vinna út frá gögnum og við erum að reyna að taka réttar ákvarðanir út frá fyrirliggjandi gögnum og upplýsingum.
og það rauninni það að þau fara á mis við það því að þau fá ekki aðgengi að upplýsingum, þau þurfa að fara í það að safna fullt af gögnum sjálf þá. Búa sjálf þá til einhverja gagnabanka og fá leyfi frá Persónuvernd og eitthvað svoleiðis. Já, en persónuverndarlög, það síðan þá gögn sem mættu bara alls ekki vera aðgengileg. Þau sem við eigum ekki að birta niður á einstaklinga einhver ákveðnar upplýsingar. Og þessi opnir reikningar.is sem að þeir tóku þá ákvörðun bara þeir sem hafa vasknúmer að þeir fara inn í þessa skrá en styrkir og svoleiðis til annarra sem hafa ekki vasknúmer það bara tekið út úr. Þannig að stundum þarf að passa sig að ekki gefa allt bara en það þarf skilgreina bara hvað þau vilja. Erum við í grunninn, svo dragið þetta saman svona í endan, við erum í 30. sæti, skynjar þið svona í kerfinu finnst þér þetta vera að breytast? Við svona tækni breytist svo hrætt, er vilji fyrir það innan stjórnkerfisins að gera betur og erum við á leiðinni rétt átt í þessum málum? Já, ég alveg á því. Ráðuneytin hafa unnið stað á bakvið þetta og vilja þetta. Lögin, upplýsingalögin, þau eru ekki alveg fullkomin en þau samt sýna fram að þennan vilja við viljum að almenningur geti notað opinberar upplýsingar. Mér finnst vanta það sem ég sagði, fjölmiðlar svolítið kalli eftir þessu og að stofnanir bara geri þetta. Það eru nokkrar stofnanir, Landmælingar og aðrir sem hafa bara tekið frumkvæði og gert þetta en það vantar svolítið að hinir komi líka. Takk kærlega fyrir komin, Tryggvi Björgvinsson. Við höfum ekki lengra sinni, sjáumst á næsta sunnudag. Verið sæl.